Fyrsti pylsuvagninn í Grímsey hefur verið opnaður þannig að nú geta gestir og gangandi fengið sér eina með öllu og ís í eftirrétt í eyjunni. Fyrirtækið er fjölskyldurekið og stefnir á að bæta enn frekar í flóruna í ferðaþjónustu í eyjunni. En hvernig kom það til að Harpa og Sigurður ákveðu að opna pylsuvagn í Grímsey? Við bara höfum stundum talað þetta svona í spaugi meira. En svo bara einhvern veginn ákveðum við að láta bara slag standa og þetta var mjög stutt ferli og við erum ennþá svona að fínpússa þetta en já, bara prófa eitthvað, vera með, prófa eitthvað nýtt. Já, vagninn kemur hérna hvað á miðvikudegi og svo er bara að opna á föstudegi. Já. Hvernig voru viðtökurnar þá? Þær voru bara óvenjulega góðar. Af hverju að vera með svona vagn en ekki eitthvað annað? Hvernig kom þessi hugmynd til? Eins og ég segi, þú veist, við höfum oft bara talað þetta, gera eitthvað, búa til eitthvað, bara upp á samfélagið og litlu eyjuna og en svo náttúrulega hefur maður alltaf verið í öllu, við erum alltaf með útgerð og verið í vinnu náttúrulega bara, botnlausri vinnu og svo bara orðið breytingar á því og ég er svona lausari við, þannig að bara ákveðum að prófa, það er þá atvinna fyrir mig í sumar En það er ekki bara pylsur, það er líka ís. Nei, við erum með ís og pylsur og samlokur og fiskipylsu. En þetta bætir þá svolítið í flóruna hérna fyrir heimamenn, þetta er ekki bara fyrir ferðamenn. Algjörlega, og heimamenn hafa tekið okkur mjög vel og allir samgleðjast og eru duglegir að koma og smakka og finnst þetta spennandi og sérstaklega náttúrulega ísinn. Í svona blíðu að koma og fá sér ís, brauði, það er voða gaman. Það er ekki ónýtt í svona veðri eins og er núna. Alls ekki. Hvernig kanntu við í nýja starfinu? Bara vel. Bara vel? Ertu alveg búin að ná þessu hvernig á að afgreiða pylsurnar og ísinn? Næstu því. Niður að ná því. Þetta kemur. En það er líka hjólaleiga? Já, það er hjólaleiga hjá okkur og það á eftir að taka við sér, held ég. Það er rosalega gaman að fara hringinn á hjóli og náttúrulega getur nýtt tíma betur með að fara eins og við heimskautsbauginn og tilbaka aftur í staðinn fyrir að labba. En nú þegar kúlan er komin þá er búið að færa heimskautsbauginn svolítið lengra þannig að þetta er orðin lengri vegalengd sérstaklega maður ætlar ekki að gista í eyjunni. Það er eins og með túristana sem hafa verið að labba þeir þurfa að ákveða sig hvort þeir ætla að fara út á heimskautsbaug eða gera eitthvað annað. Þetta er náttúrulega ekkert svo langur tími sem þeir hafa, en styttra á hjóli. Og það er meira í kortunum líka, þið viljið bara frekar bæta við? Algjörlega. Við erum með ný hjól, þau eru mjög góð og svo bara, við erum nú bara einhvern veginn þannig og okkur dettur eitthvað í huga, þá yfirleitt bara framkvæmum við það. Þannig að það er aldrei að vita hvað kemur næst. Og það stendur jetski hérna fyrir utan, er það næsta dagskrá kannski? Það er næsta dagskrá, það er allt í vinnslu. Verður vonandi komið bara næsta sumar. Bjóða upp á ferðir kringum eyjuna og gera eitthvað skemmtilegt. Jetski, hjól, pylsur, ís, þetta er svolítið mikil viðbót í afþreyingun allt í einu pakka. Já, það er að pröfa eitthvað nýtt og vonandi verður bara tekið vel í það. Atvinnuskapandi, þannig að vonandi bara stækkar þetta og dafnar, þannig að við getum mögulega bætt við okkur fólki. Þeir auka kannski í djaskiðin þess vegna, næsta sumar. Já, að fara svona með þá gæt með í kringum eyjuna. Gæt með þeim, vonandi hvað í kringum 6 djaski sem við verðum með. Hvað á maður að panta sér á pylsuna? Allt. Eina með öllu eða? Jú. Það er hárrétt. Þú nefndir hérna fiskipylsu, hvernig eru þær? Þær eru þannig að ég djúpsteiki þorsk og er með jalapeno og hvítlaukssósu og gúrku og papriku. Svakalega góður. Má bjóða ykkur að smakka? Heldur betur. Er það ekki? Það er þannig? Já, takk. Er það fiskur sem að þú veiðir þá eða? Já, þetta er bara ferskt á sjónum, daglega. Þetta er djúpsteik með jalapeno og alls konar dumsi. Mæli með.